Hart er nú deilt stjórnarskrána en sjálfstæðismenn eru ekki hrifnir af þeim breytingum á henni sem hinir flokkarnir á Alþingi hafa lagt til. Við fjöllum málið hér rétt á eftir. Fyrir Alþingi liggur frumvarp breytingar á stjórnarskrá. Lagt er til að stjórnlagaþing verði sett á laggirnar, ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðareign á auðlindum verði sett inn. Og einnig er lagt til að breytingar á stjórnarskráni verði auðveldaðar í framtíðinni. Þetta er mikill ágreiningur og þingmennirnir Birgir Ármannsson og Atli Gíslason eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Takk. Birgir, skautaðu aðeins yfir það svona, hvaða er helst efnislega sem þið eru ósáttir við í þessum breytingum sem til stendur að gera á stjórnarskránni? Við erum ósáttir við bæði margt sem varðar efnið og líka varðandi aðdraganda málsins og málsmeðferð. Við getum kannski komið nánar inn á það og eftir. En við teljum að það er breytingar sem þarna er verið að gera tillögur að þær séu ekki nægilega unnar. Það eru atriði þarna sem væri möguleikjan á samkomulag að okkar mati, en það krefst meiri vinnu, það krefst meiri úrvinnslu og meira samráðs milli aðila og við teljum að það sé mikilvægt að það sé gert frekar heldur en að keyra málið í gegn eins og það er statt núna. Síðan bendum við auðvitað á það að auk 3 breytinga á stjórnarskránni sem varða auðlindir, þjóðaratkvæði og aðferðina við að breyta stjórnarskrá er verið að leggja til stjórnlagaþing og við höfum vakið athygli á því að í þessu felst ákveðin þversögn. Annars vegar er verið að tala að setja á fót stjórnlagaþing sem á að hafa það hlutverk að sjá heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar og hins vegar er núna í miklum flýti verið að koma í gegn 3 öðrum breytingum sem munu að sjálfsögðu koma til endurskoðunar ásamt öllum öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar þegar og ef stjórnlagaþingi tekur til starfa. Þannig að okkur finnst þetta mjög undarleg aðferð og aðferðafræði í þessu og varðandi stjórnlagaþingi sem slíkt að þá höfum við nálgast það mál með þeim hætti að við teljum eðlilegra að svoleiðis þing verði ráðgefandi, frekar heldur en bindandi. Alþingi fái hugsanlega tillögur frá þessu ráðgefandi stjórnlagaþingi meðhöndli þær og málið endi síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu. En hins vegar þá er það nú þannig að frá upphafi málsins þá höfum við verið mjög ósáttir við það hvernig hefur verið að þessu staðið og höfum talið að aðferðin og málsmeðferðin sé bara dæmi það hvernig á ekki að breyta stjórnarskrá. Skulum kannski taka þetta sem Birgir nefnir með það. Er nauðsynlegt að vera að breyta svona mörgu þegar að stjórnlagaþingið á síðan að skoða stjórnarskrána upp á nýtt eftir kosningarnar? Já, ég er algjörlega samfærður það. Það var ekki bara efnahagshrun núna í haust, heldur lýðræðishrun og fólki í landinu krefst breytinga. Það kallar til sín að það verði aukið lýðræði meðal þjóðarinnar, að fólki í landinu fái meira vald og við erum að svara því ákalli, algjörlega. Og ég verð nú að segja það að þeir sjálfstæðismenn hafa fyrst og fremst verið grái fyrir járnum af formsástæðum. Það er ekki mikill efnislegur ágreiningur í greini þetta. Ég get nefnt dæmi það. Fyrsta greinin sem varðar þjóðareign á náttúruauðlindum er nákvæmlega samhljóða eða svipað ákvæðum sem að ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokksins 2 hafa haft í stjórnarsáttmála. Sjálfstæðisflokkurinn er heldur ekkit ósammála annarri greininni að við breytum aðferðinni við að breyta stjórnarskrá, þar að segja leggja stjórnarskrárbreytingar undir þjóðaratkvæðagreiðslu í stað þess að hafa samþykki á 2 þingjum og alþingiskosningar í millum. 3. greinin það að fólki í landinu 15% geti krafist atkvæðagreiðslum mikilsverð mál. Þetta er að finna í stjórnarskrám allra landa. Það er helsti ágreiningur sem ég finn, það er hvort að stjórnlagaþingið eigi að vera ráðgefandi eða stjórnarskrárgefandi. Finnst ykkur alveg ómögulegt að hlusta eftir því sem að þeir eru að segja og stjórnlagaþingi verði nákvæmlega ráðgefandi og alþingi taki síðan þær hugmyndir upp og afgreiði formlega að valdi til þess að breyta stjórnarskránni fari ekki af alþingi? Það hefur sýnt sig að alþingi hefur ekki náð að afgreiða stjórnarskrárbreytingar. Það hefur sýnt sig og kannski er það flokksræði á alþingi að menn loka sín flokkslæg skotið eitthvað. Það hefur bara ekki gengið og mér finnst þessi hugmynd stjórnlagaþing, Birgir, mér finnst hún mjög góð og mjög merkileg nýjung sem er að færa fram í þjóðlífið. Og þú voru aðtóa það að alþingi kemur að því máli, veitir umsögn og stjórnlagaþingi þarf að samþykkja breytingar á stjórnarskránni með 2/3 hlutatkvæða og ekki nóg með það heldur þar svo að bera það undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að við erum bara að færa fólkinu í landinu völd. Hvað er það helst við stjórnlagaþingi? Af hverju má það ekki vinna svona eins
eins og allir að nefna og menn hafa verið að stinga upp á að verði gert og gert ráð fyrir í frumvarpinu. Við höfum bara efasemdir að þetta fyrirkomulag gangi upp. Við höfum bent á það að Alþingi stjórnarskrárgjafinn samkvæmt núgildandi stjórnskipan. Þjóðþing allra ríkja í kringum okkur eru líka stjórnarskrárgjafi. Stjórnlagaþingi þeirri mynd sem hér verið að leggja til á sér engin fordæmi í löndum í kringum okkur nema það hafi virkilega menn nefna Þýskaland eftir hrun nasismans og síðar í heimsstyrjöldina eða Suður Afríku eftir hrun apartheidstefnunar og ég held með fullri virðingu fyrir þeim erfiðleikum sem við Íslendingar eigum við að glíma núna að það sé ekki með nokkru móti hægt að bera það saman við slíkar aðstæður. Nei, en það er heldur ekkert að bera móti því að traustið miklu minna á stjórnmálamenn núna heldur en áður. Núna eru eftir fáar vikur alþingiskosningar. Þar sem stjórnmálamenn koma til kjósenda og fara fram á að fá umboð áfram. Þar hafa kjósendur möguleika til að hafa áhrif. Á stjórnlagaþingi eru líka kosnir menn, alveg eins og á Alþingi. Það er ekki þannig að þjóðin öll sitji á stjórnlagaþinginu, það eru kjörnir fulltrúar, alveg eins og eru á Alþingi. Og ég verð að segja að mér finnst ekkert óeðlilegt að hlutinni gerist með þeim hætti að menn sem hafa mjög sterkar meiningar varðandi tiltekna þætti stjórnarskrárinnar bjóðu sig fram til Alþingis og geri markmið sín í stjórnarskrármálum að kosningamálum, mér finnst það ekkert óeðlilegt. En af því að allir nefndi hérna sem stundum sagt að það sé bara alveg ómögulegt að gera stjórnarskrárbreytingar með við núverandi. Það var eins erfitt. 1991, 1995, 1999 öll þessi skipti voru gerðar veigamiklar breytingar á stjórnarskránni. Í öll skiptin var pólitísk samstaða þetta, í öll skiptin var málsmeðferðin vönduð og þessi þrjú dæmi, 1991, 95 og 99, sýna að Alþingi getur gert veigamiklar breytingar á stjórnarskránni. Það krefst hins vegar vinnu að ná pólitískri samstöðu og það krefst þess að jafnvel þó að menn séu í meirihluta að þá beiti þeir ekki því meirihluta valdi af offorsi. Stjórnlagaþingið sem á að vera að skipa 41 manni, karl og konu, nái frumvarpið fram að ganga, það er lýðræðislega kosið, Birgir. Eins og Alþingi. Og það snýr eingöngu að þessu máli. En þegar við göngum undir alþingiskosningar, þá er miklu fleira undir, efnahagsmál og allskýrsmál og þegar að breytingar á stjórnarskránni hafi verið bornar upp í alþingiskosningum, þá er það algjörlega vikið til hliðar fyrir stærri málum oft á tíðu. Já, ég verð að segja þannig að þessi aðferð sem við erum að tala um, hún er nýstafleg og hún er frumleg og hún er mjög góð og fyrst og fremst færir hún valdið til þjóðarinnar og mér finnst þið sjálfstæðismenn vera hræddir við þjóðina. Nei, við til dæmis höfum opnað á það að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram breytingar á stjórnarskránni og það sýnir nú ekki mikinn ótta við þjóðina. Við hins vegar höfum ákveðnar efasemdir að þetta fyrirkomulag sem verið að gera ráð fyrir varðandi stjórnlagaþing gangi upp. Og ég verð að segja það að í dag sáum við breytingatillögur varðandi stjórnlagaþingið sem reyndar gera það að verkum að það verið að ýta fram í framtíðina mjög mörgum hugmyndum varðandi útfærsluna. Það er tölvöld ólíkt í stjórnlagaþingi, sem er fínt. En ég held að svo mikla breyting sem hefur verið gerð á hugmyndir stjórnlagaþing núna af meirihlutanefndarinnar sýni það að málið er alls ekki þroskað. Þessi hugmyndir stjórnlagaþing kom upp í pólitíska umræðu á Íslandi núna í janúar á flokksþingi Framsóknarflokksins. Þetta kemst inn í verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar vegna þess að ríkisstjórnin er að semja við Framsóknarflokkinn stuðning við ríkisstjórnina. Það er ekki vegna þess að það hafi farið fram einhver málefnaleg yfirveguð og vönduð umræða í þjóðfélaginu eða að fræðasamfélag eða almenningur hafi átt einhverja rökræðu þetta. Þetta er hugtak sem er slengt fram gripið á lofti og á núna keyri gegn án þess að það sé hugsað til enda. Og ég verð að segja það að Atli svaraði því ekki áðan, Atli svaraði því hins vegar ekki áðan, hvers vegna hann telur að það þurfa að gera þessar 3 breytingar á stjórnarskránni sem er í 1., 2. og 3. grein frumvarpsins. Ef það á að setja á fót stjórnlagaþing, er það vegna þess að menn hafi ekki trú á að stjórnlagaþingið geti gert breytingar. Og ég nefni sérstaklega Svo við tökum þennan punkt. Það getur náttúrulega gerst núna að þær breytingar sem að verða gerður á tilstendur að gera stjórnarskránni núna, að þeim verði síðan breytt aftur á stjórnlagaþing. Það er vel hugsanlegt, já. Stjórnlagaþing er algjörlega lýðræðislegt. Skrítið að Já, það er ekki skrítið við það vegna þess að það er einróma samstaða þjóðareignina, að náttúrulega auðlind verði þjóðareign. Allir flokkar hafa stutta. Það er einróma samstaða, lítið svo á, að stjórnarskránni verði breytt, þannig að það fari ekki í 2 alþingi heldur í þjóðaratkvæði og það er einróma samstaða það að fólkið í landinu, 15% af þjóðinni, geti krafist kosningum mikilsverð mál.
Það samstaða þessi mál. Já, það þannig? Eru þið sammála? Ágreiningurinn hefur verið útfærslu. Það er útfærsluatriði og þið hafi ekki lagt fram eina einustu tillögu. Fyrsta skipti í morgun Birgir rædduði málið efnislega. Í fyrsta skipti. Við komum gráir fyrir játnum og hafið skammast í formanninum með ódrengilegum hætti, formannin nefndarinnar og farið fram með þeim hætti að maður situr eiginlega mjög undrandi. Staðinn fyrir að ræða þetta efnislega. Af hverju ræðið þetta ekki efnislega? Við erum mjög undrandi á því Atli að stjórnarflokkarnir virðast ekki hafa haft nokkurn áhuga á þeim sjónarmiðum sem hafa komið fram meðal annars frá tugum umsagnaraðila sem meðal annars hafa bent á þessa þversögn sem felst í því að setja annars vegar og fót stjórnlagaþing og breyta öðrum ákveðin stjórn. Birgir, þetta er ekki rétt hjá þér vegna þess að við feldum út úr fyrstu greininni ákvæðir sem ég sé eftir varandi sjálfbæra þróun og varandi heilbrigði. Við tókum tvær málgreinar burtu, við tókum og breyttum orðalagi og sittgrunnum fleiru. Við höfum aldrei heyrt eina einustu gagntillögu efnisatriði sem við sammálum, bara varandi tæknilega útfærsluna, því að við ekki komum með orðum. Það sem við höfum sagt margoft á fundum nefndarinnar er það að við værum mjög reiðubúnir að ræða annars vegar að breyta aðferðinni við að samþykkja stjórnarskrár og stjórnarskrárbreytingar, þar að segja núverandi 7009. grein, með því að taka þjóðaratkvæðagreiðslu inn í sem lokahnykkur í því. Hvað er að þessari? Hún fer skánandi. Þetta er þetta töluvert ólíkt okkar hugmyndum eins og þær voru í upphafi, vegna þess að við gerðum ráð fyrir annarri málsmeðferð í þinginu og þess háttar. Nú, við sem sagt höfum margoft boðið upp á þetta og við höfum lagt fram þessa hugmyndu ráðgefandi stjórnlagaþing. Ég bendi líka á að við báðum ekki þetta frumvarp. Það er ekki komið á okkar rótum. Það er ákvörðun ríkisstjórnarinnar að koma með þetta frumvarp. Það er ekki ákvörðun okkar. En ég vildi... Ráðgefandi stjórnlagaþing, þú er búin að gjörbreyta því. Það eru öðruvísi hugmynd en hins vegar þá er því gefið mikið vægi með því að það verði kjörið til þessi almennri kosningu og að Alþingi verði bundið að því að taka mál frá því til meðferðar. En ég segi bara, af því að Atli hefur ekkert svarað þessu með þversögnina, er til dæmis laganefnd lögmannafélagsins alveg á villigötum þegar það bendir á þessa þversögn. Er Ragnhildur Helgadóttir prófessor alveg á villigötum þegar hún bendir á þessa þversögn og fleiri umsagnaraðilar? Fyrst og fremst er þetta snýst tvennt. Það er eitt efnisatriði í málinu, það er þjóðareignin. Hitt eru leikreglur. Eins og margt í stjórnarskrá. Hitt eru leikreglur. Við erum meðal annars í annarri greininni að auðvelda þjóðaratkvæðagreiðslur stjórnarskrárbreytingar. Það er alveg klárt. Og það er ekki ágreiningur. Og það er ekki þversögn í því að stjórnlagaþingi get eftir 1 ár eða 1,5 ár fyrir 17. júní 2011 kveðið á breytingar á því. Ég hef hins vegar enga trú á því. Þetta er hálmstrá eða hortittur sem þið hangið í. Ég vil tala við þið efnislega. Það stendst enga röklega skoðun. Mér langar að taka hérna aðeins eitt upp. Það hefur alltaf talið vera gott og mikilvægt að breyta stjórnarskráni í sátt. Að þessi ekki deilur þetta grundvallarplagg í stjórnskipuninni. Af hverju tegið ykkur ekki lengra í því að ná þessari sátt sem er svo mikilvægt að sína stjórnarskrána? Þá er það sátt efnisregluna. Efnisreglan í fyrstu greininni. Hitt eru leikreglur í annarri, 3. og 4. En það þarf að vera sátt með allt saman. Við höfum tekt okkur í þessa sáttátt. Fellt niður 2. og 3. málsgrein 1. greinar í upphaflegu frumvarpinu. Og sett frumvarpið upp nákvæmlega eins og hefur verið í stjórnarsáttmálum Sjálfstæðisflokksins. Og ég spyr, af hverju er það á móti því að við tökum upp tillögur ykkar? Við höfum lagt fram tillögur í þessum efnum varðandi auðlindaákvæði. Síðast 2007. Já, sem var öðruvísi orðað og eins og allir veit, þá er stjórnarskrá ekki þannig plagg að það sé eins og landsfundarályktun eða stefnuyfirlýsing stjórnmálaflokks. Stjórnarskrá og reglur stjórnarskrár eru lög í landinu, grundvallarlög sem til dæmis dómstólum ber að fara eftir. 2007, þegar við ræddum auðlindaákvæði mikið í þinginu, þá strandaði það mál á því að bæði pólitíkusar og fræðimenn höfðu mjög mismunandi skilning á því hvernig túlka bæri það ákvæði. Ég held að sami vandi sé uppi varðandi það ákvæði sem núna liggur fyrir og ég held að við þurfum að tala okkur lengra, finna annað og hugsanlega betra orðalag til þess að leysa það mál. En varðandi formreglur og efnisreglur, þá finnst mér alveg sérstaklega athyglisvert að á sama tíma og ríkisstjórnarflokkarnir og fylgiflokkar þeirra í þinginu hafa áhuga á því að setja á fót stjórnlagaþing til að fara í heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar.
sem á væntanlega skila sér í breytingum á stjórnarskránni, að þá eru þeir að samþykkja sérstaka reglu það hvernig eigi að breyta stjórnarskrá. Á að beita þessum tveimur mismunandi reglum á sama tíma. Hvers vegna getur hugmyndin að ef það á að fara í stjórnlagaþing og annað borð? Við erum bara Birgir að svara lýðræðiskröfu þjóðarinnar. Það var lýðræðishrun með efnahagshruninu. 70% þjóðarinnar vill að þjóðin fái meira málefni sín að gera. Það snýst þetta. Og við erum okkur fullkomin alvar það. Við höfum rætt við okkur á 11 fundum og reynt að fá efnislega umræðu og ekki fengið hann. En Atli, þingið kemur aftur á störfum eftir fáar vikur. Við höfum tækifæri til þess að ræða þessi mál. Það eru pólitískar eina stutta spurningu og stutt svör. Verður þjarkað þetta mál og rífist núna þess fram á kosningum eða hvað? Hvernig? Það getur orðið. Ég trúi þetta að við getum náð sátt í þessu. Ef að menn leggja að sér og hafa vilja til sátta, þá held ég við finnum málamenn. Ég alveg klár á því. Hvað segir þú, Birgir? Af því að það ber ekki svo mikið á milli. Ég vona að við getum með einhverjum hætti náð sáttum í þessu máli. Og við töldum á fundi sérnefndar stjórnarskrármál í hádeginu í dag að við værum að opna á ákveðið ákveðnar leiðir í því sambandi og ég heyrði ekki betur en sumir en að stjórnarflokkana væru þeirra skoðunar líka. En það var hins vegar þegar á reyndi þá var þetta keyrt í gegn sem niðurstaða án þess að það væri til þrautareyndan á samkomulagi. En ég vildi bara nefna það að lokum að í þessu máli öllu, aðferðin sem hefur verið notuð við það að fara með þetta mál í gegnum þingið og undirbúning þess stenst engar kröfur sem gera á til þess hvernig á að breyta stjórnarskrá. Það verið að skapa nýja hefð eins og prófessor Ragnhildur Helgadóttir bendir á sem gerir það verkum að það miklu meiri hætta á að stjórnarskrárbreytingar í framtíðinni verði partur af einhverjum pólitískum hráskinaleik en ekki vönduð setning grundvallar regna fyrir þjóðfélagið. Við skulum sjá hvernig þetta fer. Við fylgjast með þessu máli náttúrulega 10 ár áfram. Takk hérlega fyrir komuna Birgir og Atli. Takk sömuleiðis.